Hér hef ég opnað námskeið og á heimasíðu námskeiðsins. Til að senda tilkynningu til nemenda þarf að passa upp á að birta námskeiðið fyrst. Sem sagt, smella á birta hnappinn hér í efra hægra horni. Þá lítur þetta svona út. Þetta til þess að tilkynningin sendist í tölvupósti. Ef að námskeiðið óbirt þegar kennari sendir tilkynningu, þá vistast tilkynningin eingöngu hér á kennsluvefnum undir tilkynningum, en sendist ekki í tölvupósti. Þess vegna þarf að passa upp á að birta námskeið áður en fyrsta tilkynningin send. Síðan hægt að smella hér á ný tilkynning, hægra megin, og þá opnast ritillinn og tilkynningunni gefin titill hér í línuna og megin málið sett inn í ritillinn. Svo möguleiki á að senda viðhengi til dæmis og nokkra stillinga hér ef kennari vill notfæra sig þær. Leið og kennarinn smellir á vista, þá sendist þessi tilkynning til nemenda námskeiðsins í tölvupósti og vistast hér undir tilkynningum í valmyndinni. Síðan alltaf hægt að skoða allar tilkynningar sem kennari hefur sendt hérna undir tilkynningum og með því að smella á titilin á tilkynningunni þá getur maður opnað hana og lesið hana og þetta geta sjálfsögðu nemendur líka gert. Hér undir tilkynningum í valmyndinni líka möguleiki að búa til nýja tilkynningu. Með því að smella hérna á plus tilkynning hnappinn þá fær maður upp þetta sama umhverfi. Í sumum tilfellum vill kennari hafa nýjustu tilkynningar sýnilegar hér efst á heimasíðu námskeiðs. Til að gera það þá þarf að fara í stillingar neðst í valmynd námskeiðsins. Það þarf að passa að námskeiðs upplýsingar flipin hér efst sé valinn og svo þarf að skrolla allaleg niður. Hér þarf að smella á fleiri kostir og hér möguleikin sýna nýlega tilkynningar á heimasíðu námskeiðs. Það merkt við það. Svo þetta að velja hversu margar af nýjustu tilkynningum eiga að vera þarna efst á heimasíðu námskeiðs. Að lokum þarf að smella á uppfæra námskeiðsupplýsingar og ef ég fer núna á heimasíðu námskeiðs þá ein nýjasta tilkynningin. Hún kemur fram hér. En ég held að þetta skýri nógu vel hvernig tilkynningar virka á námskeiði. Takk fyrir.